Síðdegis miðvikudaginn 12. ágúst 2026 upplifum við einhverjar allra fallegustu sýningu náttúrunnar, almyrkva sólu í fyrsta sinn síðan 1954. Dagurinn verður sögulegur, ógleymanlegur og einstakur, alveg sama hvernig viðrar. Við þurfum nefnilega ekki fullkomið veður eins og margir halda. Ef veðrið er svona, þá verður upplifunin samt mögnuð og ógleymanleg. En hvað er svona merkilegt við almyrkva sólu? Jú, við almyrkva sólu breytist allt. Tímasetningar eru ögn mismunandi milli staða en sólmyrkvinn hefst það bil 16:45 þegar tunglið byrjar að færast fyrir sólina. Sól og tungl eru þá nokkuð hátt á himni í suðvestri. Einfaldasta, öruggasta og ódýrasta leiðin til þess að virða sólmyrkvann fyrir sér er að verða sér út svona örugg sólmyrkvagleraugu. Til þess að þau teljist örugg verða þau að uppfylla nokkur skilyrði. Í fyrsta lagi verður að koma fram heimilisfang framleiðanda. Vottunin sem hér sést verður sömuleiðis að birtast á gleraugunum og líka CE-vottunin. Þessi gleraugu uppfylla allt þetta og eru þar af leiðandi örugg. Það þarf ekki að nota gleraugun allan tíman, bara á meðan augun beinast að sólinni. Þess á milli tökum við gleraugun af og högum okkur bara eins og hvern annan sólríkan dag. Gleraugun eru eingöngu notuð í deildarmyrkvanum, þegar tunglið er hægt og rólega að fara fyrir sólina. Í almyrkvanum verður þið að taka gleraugun af og horfa með berum augum, annars sjáu þið ekki almyrkvann. Svo þegar almyrkvinn er búinn, setjið gleraugun aftur upp og horfið aftur á deildarmyrkvann klárast. Þá aldrei að nota sólmyrkvagleraugu með neinum öðrum sjóntækjum. Aldrei handsjónauka eða stjörnusjónauka. Ég skal sýna þið núna af hverju. Þetta er ástæðan. Má bara nota sólmyrkvagleraugu og ekkert annað. Aldrei á sjónaugum eða neinu slíku. Allir Íslendingar upplifa sólmyrkvann, bara mismikinn eftir hvar á landinu þú ert. Glæsilegust er sýningin í almyrkvaslóðinni sem liggur eftir vesturhluta landsins, en austan hennar verður djúpur og glæsilegur deildarmyrkvi sem fyllsta ástæða er til að fylgjast með á öruggan hátt. Tunglið er það bil klukkustund að fara fyrir sólina. Í byrjun breytist birtan svo hægt að við tökum eiginlega ekki eftir neinu. Það breytist það bil 15 mínútum fyrir almyrkva. Gefðu það tíma til þess að líta í kringum þig. Og ef þú stendur nálægt trjám getur þú komið auga á ótal litlar sigðar á jörðinni því laufblöðin eru náttúrulegar gatvörpur sem varpa myndum af deildarmyrkverði sól á jörðina. Og takt eftir því hvernig skugginn er að breytast líka. Hann verður skarpari og jafnvel loðnari, lítill skrítinn skuggi. Mögnuðustu breytingarnar birtast okkur síðustu mínúturnar fyrir almyrkva. Sólin er þá orðin örmjó flís á himninum og umhverfið í kringum okkur tekur sjáanlegum breytingum þá. Þá finnum við að það byrja að kólna talsvert, við finnum fyrir myrkvanum með eigin skinni. Við sjáum líka að birtan er orðin alveg einstök og gullfalleg, silfurlitið eða málmkennd, svona eins og stormur sé í aðsigi. Litir í kringum okkur breytast líka. Hafðu til dæmis með þér rauða rós og sjáðu hvernig litur hennar dempast. Við sjóndeildarhringinn í norðri sjáum við að himinninn er tekinn að dökkna þegar alskuggi tunglsins þýtur í átt til okkar og yfir 3000 km hraða á klukkustund. Legðu líka við hlustir, því náttúran hljóðnar þegar fuglar hætta að syngja og fólk þagnar. En hvert sem litið er litadýrð eins og við sólsetur, þótt að sólin sé ennþá hátt á lofti. Þetta verður skrítnasta og fegusta rökkur ævinnar. Fjör færist í leikinn þegar almyrkvinn er við það að skella á milli 17:43 og 17:48 eftir hvar þú ert á Íslandi. Við vesturbrún tunglsins í stefnu klukkan 11 frá okkur séð birtist síðasta flís sólarinnar okkur eins og ægibjartur demantur á himninum. Þetta kallast demantsringurinn. Á einni sekundu brotnar demanturinn upp í glæsilegar ljósperlur. Perlurnar eru sólarljós að ferðast í gegnum dali á gígóttu tunglinu. Og þegar síðasta perlan hverfur er almyrkvinn skollinn á í fyrsta sinn frá Reykjavík síðan 17. júní 1433. Þá fyrst þér óhætt að taka gleraugun af og horfa með berum augum. Og reyndar verður að fjarlægja gleraugun því annars sérðu ekki almyrkvann. Þannig að gleraugu af við almyrkva. Tunglið blasir þá við okkur eins og kolsvart auga á himni sem starir á okkur utan úr geimnum. Í kringum hana er perluhvít ára, kóruna sólarinnar, djásni sem fólk ferðast heimsókn á milli til að sjá með eigin augum. Við jaðar tunglsins sjáum við risavaxna rauðbleika sólstróka gnæfa út í geiminn. Og þetta er eins konar eldgos á sólinni, margfalt stærri en jörðin okkar, ótrúlega glæsilegt. Þetta er sýningin sem fólk sækist eftir að sjá eins lengi og mögulegt er. Á dimmum himninum sérðu líka Júpíter og Merkúríus hægra megin við sólina, en Venus bjarta vinstra megin. Þú gæti líka komið auga á björtustu stjörnur ljónsmerkisins, Regulus og Denebola. Á höfuðborgarsvæðinu stendur almyrkvinn yfir í tæplega 1 mínútu, en hann er mislangur eftir hvar þú ert á landinu. Á Íslandi varir almyrkvinn lengst í rúmar 2 mínútur vestast á Vestfjörðum og Snæfellsnesi, en í rúma 1 mínútu og 40 til 50 sekúndur vestast á Reykjanesskaga. Þú getur fundið nákvæma tímasetningar fyrir alla staða á Íslandi á gagnvirkakortinu á solmyrkvi2026.is.
finnið til dæmis húsið þitt á kortinu. Á Íslandi lýkur almyrkvanum við Reykjanesdá kl. 17:50:07. Eftir það þurfum við að bíða í 170 ár þar til alskuggi tunglsins fellur aftur á Ísland árið 2196. Hvar verður þú þá? Hvað gerist ef það er skýjað í sólmyrkvanum 12. ágúst 2026? Já, það fer eftir í hversu skýjað. Merkilegt nokk þarf veðrið ekki að vera fullkomið. Ef það er heiðskýrt, já þá upplifum við allt og þá er sýningin algjörlega stórkostleg. Háský trufla ekki neitt, en segjum sem svo að það verði þungbúið, alskýjað og jafnvel rigning. Hvað upplifum við þá? Við upplifum skyndilegustu, stystu, einstökustu og líklega ógleymanlegustu nótt ævinnar. Við munum finna fyrir myrkvanum sama hvað. Við munum heyra í honum þegar dýrin þagna og sjáum áhrifin sem hann hefur á umhverfið í kring. Hefur einhvern tímann upplifað nótt í 1 til 2 mínútur miðjan dag. Almyrkvi sólu er algjörlega einstök upplifun, alveg sama hvernig viðrar. Hann á sér stað fyrir ofan þig, í kringum þig, en líka innra með þér, eins og stundum er haft á orði. Ekki missa af þessum sögulega einstaka hátíðisdegi. Gerðu sem mest úr honum. Haltu partí, grillaðu, hafi gaman alveg sama hvernig viðrar og umfram allt vertu inn í alskugga tunglsins, inn í almyrkvaslóðinni. Ef þú ætlar að elta sólmyrkvann 12. ágúst 2026 er mikilvægt að hafa nokkra hluti meðferði sem stundum gleymast. Í fyrsta lagi sólarvörn. Sólmyrkvinn er 2 tímar þannig að þú ert úti í býsna langan tíma og ef að himinninn er bjartur eins og nú er, já, þá þarf að bera svo góða sólarvörn. Derhúa er líka eitthvað sem þú ættir að hafa með og að sjálfsögðu örugg sólmyrkvagleraugu eins og þú færð hjá sólmyrkvagleraugu.is. Þannig að sjáumst undir skugga tunglsins 12. ágúst 2026. Lærðu meira inn á solmyrkvu2026.is.